Hey folks og velkomin í flæðiskerið með Rökkva og Jóa. Góðan daginn. Og í dag verður hjá okkur Viðar Guðbjörnsson sem er Daði Guðbjörnsson. Daði Guðbjörnsson. Ég er alveg ruglaður í dag. Daði Guðbjörnsson, myndlistamaður. Já. Og jóga áhuga maður og lesumaður. Já. En byrjum bara á byrjunni. Hvernig veistu hugmyndina að fara út í myndlist? Ég bara veit ekki hvernig mér datt það í huga en mamma hafði náttúrulega mikið áhuga á listum og menningu en ekkert sérstaklega á myndlist, ég veit ekkert hvernig það kom til sko. Ég ákveði þetta mjög snemma og þegar ég var búin að ákveða þetta 12 ára eitthvað svo leiðis þá sagði náttúrulega Karl faðir minn að hann reynda var togaraskipstjóri, hann vildi ekki að við færum á sjóin en þá værum við aldrei heima. Já, en mér varst þetta alveg upplagt og líka hefur komið í ljós ég náttúrulega hef unnið heima þannig að það kom mjög vel út þannig út frá föðum mínum en hann sagði bara að þetta væri ekki að vinna við þetta en það var það svo sem satt á þeim tíma en það hefur verið svona alltaf fleiri og fleiri sem geta þetta núna. Þannig að hann þrælaði mér í að fara að læra húsgagnasmíði sem ég fannst bara alveg ágætt eftir á sko. Þó ég hef ekki unnið mikið við það þá kynntist maður góði fólk hérna og það er mjög góð handverksþjálfun í húsgagnasmíði. Það er keimlíkt í rauninni listunum að smíða húsgögn, er það ekki? Já, nema þú situr í sófanum og horfir á málverki sko. Já. Við erum svona aðeins og mismunandi staða. En þetta er samt handbragð bæði. Já, það er það. Og það ert vissa lagni og svona ástriði fyrir því sem þú gerir að það komi vel út. En manni finnst þetta einmitt þegar það er hérna sagan Einar Jónsson, myndhögsmann, að þegar maður skoðar þetta þá bara fær hann að fara út í nám og er eini höglistamæðurinn á Íslandi sem að gera styttur og svo er rauninni bara vinnur hann fyrir ríkið alltaf og maður sér þetta safna gamla myndir af því þetta er við hliðina á Hallgrímskirkju að þegar þetta er byggt þá er ekkert þannig kring ekki neitt, ekki einu svona almennilega götur þannig að maður sér alveg þú veist, ef þú ferð nú langt aftur í tíman þá eins og þú segir, það er engin peningur í þessu kannski verið eini ríkis greiddi listamaðurinn á Íslandi eða eitthvað svoleiðis og það var svona einu sénsinn þarna í Kanada, þú ert náttúrulega ekki svo gamall en bara maður skoða sögun aftur og bak þetta er svona kringum 1920 og svo En þú byrjar í þessu hvenær? Ég byrja að fara á svona kvöldnámskeið svona bara þannig upp úr 1973-74 eitthvað svoleiðis og svo læri ég svo húsgagnasmíði þannig og er búinn að því 76 væntanlega og þá byrja ég tekið inntökuprófið í Myndlist-handíðaskólann og byrja þá námið og klára það 1980. Og eru þá foreldreinir ekkert með bölsinn í spárum að þú munir aldrei eiga pening eða svoleiðis? Nei, mamma náttúrulega trúði á mig sko. Já. Það var aldrei mitt vandamál en pappa þótti alltaf lagi vegna að ég var búin að læra sig iðn og hann þótti mikið trygging í því að Já, þannig að þú getur grípið í það ef að hitt ekki ganga, já, ég skil. Sem er í sjálfsögur ekkert vitlaus sko. Nei, það er það ekki og ég held að flestir sem ætla að vera listamenn ættu að hafa eitthvað svona í bakhendinni. Já. En það er bara ef þú ætlar að vera listamaður þá ætlar að vera listamaður, ekki smíður sko. Nei, það er rétt. Það var svolítið að flækjast fyrir mér svolítið lengi sko, svona með 50 ára eitthvað svolítið. Já, þetta er náttúrulega líka svolítið þegar þú vegur og metur áhættuna í rauninni, af því ef þú ætlar bara að vera listamaður þá ertu að taka mikla áhættu. Já. En ef þú náttúrulega eyðir orkuðin í eitthvað annað, þá er mjög erfitt fyrir þig að verða listamaður, því að þú þarft oftast sko 100% og svo líka fullt af heppni til þess að ná eitthvað áfram í listagerinum. Jú, maður þarf hvort tveggja. Bæði sem sagt að maður þarf fyrst og fremst dugna sko og fylgja sjálfum sér eftir. Svo þarf maður að hafa eitt að maður þarf að ná þessari tengingu í rauninni það sem maður er að gera. Það kannski skiptir mestu máli og sumir kallar þetta stíl eða eitthvað svoleiðis en þú þarf að finna svolítið sjálfan þig í þessu og þegar ef að fólk sér mynd eftir þig og les bók eftir einhvern þá finnur það fyrir því hvort að þetta er einhver svona sannleikur í þessu eða hvort þetta er eitthvað bakvið þetta annað heldur en bara wannabe sko. Já, það er rétt, þú getur ekki bara ákveð þetta er svona tegund af list gefur vel núna, ég ætla bara að fara út í það ég finn bara út úr því hvernig það er þú þarft bara náttúrulega að hafa eitthvað svona tengingu eitthvað innblástur. Já, en það er eins og þessi listaheimur er svolítið sko tvískiptur allir eins og þegar ég byrja sem kemur til skólanum 1980 og þá var búin að vera hverjum tegund af listi í tísku og ef maður hugsa rökrétt þá náttúrulega fer maður gegn því en ég var ekki að gera það heldur bara fannst mér það hitt verið svolítið búið og þess vegna langaði mig til að þá var allir svona konsept í ljósmyndum og svona mikið og performansum og svona
en hérna þess vegna fór ég að mála, ég reyndar hafði alltaf haft áhuga að vera málverki, ég hafði verið í nýlistadeild sem sagt allan tíman í skólanum sem sagt að vera stílin og það en svo allt í ákveðan 1980 að fara að mála. Það líka alltaf rosalega gott skilur að hérna maður getur byrjað með einhverju, fengið svona einhverju, farið inn með einhverju öldur svona sem að í gangi og það er náttúrulega það sem gerir því að mér að hérna, ég fann mig akkurat í þessu og hérna, svo ég búin að vera náttúrulega, svo hefur listaheimurinn farið niður og hérna ég hef verið át líka sko og inn aftur núna þannig að þetta var gaman en hérna en aftur á móti hef ég alltaf haft stuðning frá almenningur hefur keypt myndina mínar og hérna vilja hérna hafa það upp á vegg og svona þannig að ég hef geta selt töluvert. Það er svona ups and downs í því en það er svona uppleið núna. En ertu í klassísku málverkum? Þú ert ekki mikið að gera abstrakt eitthvað svona dót á eða? Nei, ég er í einhverju sem að myndi vera kallað sennilega svona, ég veit ekki hvað það væri kallað, þetta er fígúratíft. Þetta myndi vera að kalla svona abstrakt fígúratíft í rauninni sem ég er í. Þannig að þú sérð einhverja fígúr út úr því en þetta er abstrakt líka. Já, skil. Þannig að þetta er svona blanda. Þetta er ekki alveg svona þetta gamla jarðbunda bara mála blóm eða landslag eða eitthvað svo leiðis. Mála yfirleitt ekki. Ég mála landslagavísu en ég mála ekki eitthvað ákveðið fjall. Það er ekki dæmigert fyrir mig heldur. Þú býr bara til fjall eða svona, já. Já, ég er að hugsa sem fjalli sem eins og við hérna, fjallið eina sko, það er meira eitthvað svoleiðis sko. Þetta spiritual fjallið eitthvað svoleiðis. Ekki listamenn eins og þú þá stundum notaðir í að skapa svona eins og Mordor eða svona fyrir Hringdráttins sögu eða eitthvað svona Harry Potter veraldir eða eitthvað svona sem er hérna í rauninni fantasía? Jú, það er örugglega unnið mikið upp úr myndlist og maður sér það þegar maður er að skoða þessar fantasíur í bíómyndum og svona, þetta er yfirleitt hérna. Svo er þetta með þú ert að gera bíómynd í dag og ætlar að gera mynd frá 16. öld, þá getur þú bara farið í málverk til að sjá hvernig það á að vera sko. Já, það er náttúrulega til að sjá eins og klæðnað og allt þetta, þá styðstu við þannig. Og það er alltaf í þannig í þessum sjónræna heimi og það er alltaf eitthvað sem að fólk svona viðtekur, það er eitthvað sem fólki finnst, þetta er alveg eins og bara með grín, það er kannski grín sem þú varst með fyrir 30 árum, það gengur ekkert í dag. Nei, það getur oft verið mjög úrelt sko og mér finnst svolítið að ég er með svona smekk minns tíma sem að fer örugglega að vera gamall bráðum líka. Ég fer að skilja hann. Já, nákvæmlega. En þannig að þú hefur ekkert heldur svona sveiflast með tískubylgjum, þú ert eiginlega inn í þessu og þegar það fer niður þá er minna að gera hjá þér og þegar það fer upp þá aftur. Nei, sko núna á seinni ára þá er eiginlega tískan eiginlega komið til mín. Þess að tískan hún gengur alltaf svona í bylgjum. Já, ég er að meina það. Að þú ert í sama svona... Já, ég er svona haldið mig mikið til með þetta en svo náttúrulega ég var miklu expressioniskari þegar ég var yngri og svo kannski var maður í milli 90 og 2000 þá var maður inn í einhverju sem heitir svona postmodernismi og hérna en svo er ég kannski komin í svona einhver aðra upplifu núna sem er svona lýriskari sko. Ég man að ég lærði allt þetta í menntaskóla í sem sagt íslensku en ég er alveg búin að gleyma hvað þetta það var modernismi og postmodernismi og nýromantík og romantík og eitthvað raunhyggja og eitthvað og ég er svona vísindamaður sko, eina sem ég skil er bara raunhyggja allt hitt er svona latína fyrir mér en svona sko það besta er að vera eins og Jónas Hallgrímsson hann var vísindamaður og hann var listamaður og hann trúði á Guð hann var með allan pakkan sko það er alveg hægt að blanda þessu öllu saman það passa vel saman En hérna, áttu einhverjum svona uppáhaldslistamenn þá fyrir utan hann? Er það aðalega Jónas Hallgrímsson þá eða? Það er náttúrulega sko, Kjarval er náttúrulega rosalega stór svona, maður er aðdáandi hans og Svava Guðnason og fleiri, margir seftimálararnir og hérna, þannig það er abstraktmálarar líka ég held upp á þá og svo náttúrulega margir erlendir listamenn sem eitt til þeim sem heitir Belmer sem eiginlega engin veit hver er teiknari. Ég er eiginlega svona ég er svona hálf ólæs á list myndi ég segja, en ég myndi segja fyrir mig að mína list er náttúrulega ekki bara fyrir þá sem er eitthvað í sérstakir gúrúar í list, heldur líka bara alla sem vilja upplifa hana og ég myndi segja að mér finnst list oft vera best þegar að þú skilur ekkit endilega listina en færð einhver rosalega sterka tilfinningu við að upplifa hana. Þú þarft ekki endilega að vera búin að skilgreina að þetta listaverk þýðir þetta, en þú færð bara einhverja svona mikla tilfinningu af því að horfa á listaverki og verður leiður eða glaður eða eitthvað neginn af því að sjá listaverk. Já, þá ertu ekki bara þannig eins og þú varst að segja að þú væri bara eitthvað vísinda, heldur ertu greinilega með þessa tilfinningagreind að geta skilið listir. Ég veit það nú ekki. Nei, sko, en þetta virðist vera í nútímanum, þetta er alveg frá því að menn
eru með einhver alveg röklega myndlist Já. og alveg yfir í það að þú ert bara með tilfinningar og ég svona alveg út af þeim geira að þú átt að taka þér inn með tilfinningunum. En menn upplifa myndlist á mismunandi hátt, eða ekki satt? Þannig að það er ekki svona ein rétt leið? Nei. Það er ekkert svoleið, sko. Það er náttúrulega alveg gríðarlega flott oft þegar einhver getur teiknað landslag eða bara einhver dýr eða einhver mann og náð því bara mjög nákvæmlega. Það er, maður dáist mjög að því. Þó að maður geta alveg hort á ljósmynd, þá er það samt einhvern veginn miklu flottar að sjá málverk sem maður næri einhver rosalega vel af því að þú skynjar í rauninni alla hæfileikan á bak við að geta gert þetta. En aftur á móti hitt gefur þau kannski svo sem meiri tilfinningu þegar þú upplifir eitthvað sem er svona aðeins meira óhlutbundi. Þú sér svona myndi eins og Mona Lisa, hún er í rauninni ekki fræg út af handverkinu sem er í henni, en hún er fræg út af því að það er allir að velta sig fyrir því hvað hún er að hugsa hvað er þetta sem streymir frá myndinni. Það finna allir þetta sem streymir frá myndinni, það getur engin ráðið í hennar svip í rauninni, það er engin geta lýst í hvað hún er að hugsa en það er allir sammála það að þessi mynd að hún vekur hjá mér þessar tilfinningar sem mér finnst alveg ómótstæðilega innilega miklar gefur mér mikið þessi mynd, skilur það er það sem að... Já, þá er ég kannski svolítið ólasaflist því að ég hef aldrei séð neitt við þessa mynd, ég hef aldrei skilið af hverju hún var svona fræg, þetta er bara mynd af einhverju konu sem er klædd eins og nunna og hún einhvern veginn situr og einhvern veginn virðist ekki, eins og þú segir, mér með óræðan svip. Já. En það er líka bara að því að við erum svo misjöf, sko, það sumir kannski fíla þessa myndi ekki. Ég finnst það rátt kærustu sem heit Mona Lisa. Já, flott. Mun fallegri heldur en þess á myndinni. Og það vakti miklu meiri tilfinningar hjá mér heldur en myndin. En það finna við það er að hún, núna er listamannafnið hennar Mona Lisa með 2 S-um. Og ég sagði, af hverju í fjáranum ertu að, kallaði Mónu Lissu þegar þú fæðist með þetta nafn, þetta er svona eins og svona sviðsnafn sem bara fæðist með og þú veist heppin. Og hún sagði, nei, málið er að það nota svo ofbóðslega margir þetta. Þú getur kannski fundið Mona Lisa þvottastöð, Mona Lisa bílabón, þú veist, Mona Lisa hótel og eitthvað svona, að ef einhver googlar þetta þá er þetta í rauninni bara verra fyrir hana, þannig að hún getur ekki notað þetta sem listakona. Þetta er alveg rétt, já, mér finnst það alveg ógeðslega fyndið og kalt. Mona Lisu, hvað er það við brosinu Mona Lisu sem er svona heillandi? Menn tala alltaf þetta bros. Já, þetta er að því að þetta eru tilfinningar og ef þið væruð vel góðir í skal ég segja þér jógafræðanum, þá er forstigið á undan tilfinningunni er einhver þrá og þú sérði í rauninni ekki tilfinningarna hjá henni, heldur sérði þessa þrá sem hún hefur. Já. Og það hefur verið kenning upp á hún hafi mist barn eða eitthvað svoleiðis og hún sé að syrkja það en ég er ekki alveg klár á því hvað skýringar menn hafa gefið, ég hef ekki skýringa á þessu, sko. Málið er nefnilega, þessi mynd hefur mjög sérstaka eiginleika því að þú sér bros hjá henni en ef þú heldur fyrir partin af andlitinu, þar sé augu og nef þá sér því geta bros. Nei. Þannig að hann nær einstakri dýpt í þessari mynd. Já, en það er fleira í myndin sem fólk tekur ekki eftir, þess að bakgrunnurinn hægra megin og bakgrunnurinn vinstra megin er ekki í sama plani. Þannig að það er margt svona sem getur hjálpaði við að trufla þannig að þú sérð ekki heildamyndina vegna þess að þú þarf að vera listfræðingur á stúdarinn í 10 ára Já, nokkulega. Og fara aldrei neitt svar. Það er það sem listin er öðruvísi heldur en þess ef þú ert að reikninga dæmi þá getur þú fengið út einhver útkomu en listin hún þarf að vera þannig að hún þarf að vera óræð þannig að. Já, mér finnst það oft betri list sem að segir þér ekki alveg alla sögun og þú fær svolítið sjálfur að velta þér upp úr af hverju einhver gerði eitthvað eða hvort að þetta var rétt laust þegar mynd endar til dæmis, þú sér ekki endilega hvernig áframhaldi verður, þú hugsar verða þau hamingjusöm í endan eða var þetta, þú veist, rétt látt eða var þetta ósanngjarnt En það sem ég get sagt sko, sem ég fái vita sem að er að spekla þessum hlutum, sko ég veit nefnilega af hverju myndlist er búin til og það er út af því að listir, að það eru búna til þess að vekja guðdómin í þér. Það er uppalega hugsunni með þeim, með listunum og sérstaklega tónlistinni að það er andi í hjartan á þér og þú hlustar á góða tónlist og þá getur hún vakið upp andan í hjartan á þér og til dæmis að búddistar þeir kallir þetta koa, ég veit ekki hvernig það borið fram og það er sem sagt, það er einhver leikur, orðaleikur sko, eða spurningaleikur sem að færði til þess að hætta að vera að hugsa raunveruleikann og beinir þér óvænt inn á
inn á við. Einhvern svona tilfinningasvið. Já, inn á tilfinningasviði. Já, ég náttúrulega persónulega trú ekki á neitt svona, en þessi hugmynd er mjög rík í alls konar menningu einhvern svona anda meðal manna eða jafnvel eitthvað sem er sameiginlegur, það er stundum kallað mana og í Star Wars þá er það kallað The Force og svona þessi hugmynd er mjög í rauninni seig og dreifð en ég myndi bara segja að í rauninni þetta snert eitthvað svona tilfinningaróf og sem sagt, hvort sem er myndlist eða eitthvað, við höfum ákveð tilfinningaróf og dýr hafa það líka, þú sérðu úlfa til dæmis, hvað þeim þykir vænt korpana sína en hvernig þeir geta orðið óurlega grimmir þeir eru með ógnað og svona, þeir hafa mikið tilfinningaróf og dýr hafa samkenndi sem menn og tónlist líkir oft eftir einhverju tilfinningarlegu eins og ef ég beini ákveðum tóni að þér þá getur það breytt þínum tilfinningarlegu viðbröð mjög hratt eins og ef ég er mjög reiður eða þú heyrir mjög mikla ángist í röddinni eða þú heyrir barngráta til dæmis, það er að bregðast allir tilfinningarlega við því og nótur og tónar hvernig er sungi getur líkt eftir alls konar svona hlutum og vakið upp svo tilfinningar í okkur alveg eins og þú sér líka einhverja mynd og hún vekur upp einhvern annan hvort drunga eða gleði eða sérstaklega verð manneskjámyndinni sem sýnir einhver svipriði þá náttúrulega, ég kalla þetta náttúrulega ekki einhver guðdómlega tilfinning tala bara að þú veist, þetta vekur upp tilfinningar í manninum sem eru prímatívar en það er mín sýn á það en sko ástæðan fyrir því að það er búin að mála allar þessar myndir af mönnum í með eld upp úr höfðinu eða geislabögg eða eitthvað svo leiðis að það ástæðan fyrir því er svo að það hafa alltaf verið uppi einn og einn maður sem að hafa fundið fyrir þessu alveg á sama hátur ég finn fyrir þessu einhverju svona eins og tilfinninga sé orka já, ég finn orkuna, hún er inn í mér hún fer hérna upp, hún fer í gegnum hjarta hún fer hérna upp og tengist hérna upp í og þetta er alveg svo á þessum myndum það finnur að þetta er alveg sama já, ég trú alveg að maður getur fundið þessa tilfinningu þó ég trú ekki að það sé kannski neitt mikið á bakveðan nema bara okkar upplifun sko. já, þetta er náttúrulega upplifun þetta er hérna en hérna það sem gerist til dæmis hjá okkur í Sahaja Yoga er að hérna við finnum í rauninni fyrir stöðvunum í hérna orkustöðunum sem eru kallaðir hérna plexusar í vísindunum þannig við finnum fyrir ákveðnum fingurum ef að til dæmis að eins og ég er með astma þá finn ég oft fyrir prikli í litla fingri og hinir sem eru ekki með astma þeir finna aldrei fyrir þessu þannig að við erum að skynja í rauninni taugakerfið á okkur upp á nýtt. Já, taugakerfið er náttúrulega ekki alveg bara gersamlega einfalt, það er náttúrulega, þú getur verið með verk hér og þannig leiðir út í einhvern annan stað, þér finnst þú verið með verk annar staðar eða þú finnur einhvern doða einhver staðar. Menn kannastu þetta ef þið klæjar og klóra sér einhver stað sko, þá fer að klæja á öðrum stað. Já, það er alveg, þetta er tengt saman sko. Já, eða stundum ef maður segir einhverjum klæjar þig ekki þarna, þá byrjar hann kannski að klæja sko. Það er alls konar svona. En það sem að samt að það sem er kannski munurinn á Sahaja Yoga og ýmsu öðru er að þegar þú sem sagt, ég er búin að vera í þessu 10 ár og þegar ég byrjaði í þessu þá var ég hérna með svona kallaðir hérna öxlin og með festumein og ég var svona við að hætta að mála út af því að hérna og ég var svona fastur áskrifandi að nuddurum og sjúkraþjálfurum til skiptis en núna til dæmis hef ég ekkert farið til svona lækna í 10 ár það er að segja þess að stóðkerfislækna við nota jóga og nota það í staðinn þannig að og þessi Sahaja Yoga hefur verið hérna rannsaka mikið og það er sem sagt mikil fylgni á milli þessum stundar það á bæði hérna kvíða sem sagt og þessar andlegu sjúkdóma sem er að hrjá okkur öll stress og svona þetta er allt mælanlegt og þessar rannsóknir þær eru gerðar með 3 hópum það er við sem sagt jógaiðkendur þeir sem að fá sem sagt hugræna athyglismeðferð og svo 3. hópurinn hlustur á Mozart og yfirleitt komum við best út og Mozart kemur á eftir og hugræna athyglismeðferðin síðast og ástæðan fyrir því er svo að hérna streitan og álægið á okkur það myndast út af því sem er að gerast í heilabúinu á okkur við sjáum fyrir eitthvað sem okkur finnst ekki gaman að horfa upp á framtíðina, við erum hérna þjakaðir af fortíðinni svona samviskubit og alls konar fínir í sko sem við þurfum að burðast með en aftur á móti hugræna athyglismeðferðin hún bætir álægi á heilan þú ert að fara að nota heilan til þess að laga þetta þú ert að reyna að vinna úr því en þá notar heilan ennþá meira það er ennþá meira álægan þar sem við gerum aftur á móti að við hérna kúplum svo út við hættum að hugsa við erum allt til án hugsun þetta er kallað túría í jógafræðunum túría state eða djana og hérna
þá gerist það að þú hérna slaka niður heilanum og þess vegna læknast þetta með skiktin. Ef þú fer til nuddara að hérna hann nuddar þig svona og svo segir hann alltaf að slaka á. Þú tekið eftir ég og kannski aldrei farið til nuddara en allavega þá það þannig að þeir vilja að þú slakir á og það sem gerist í sæjóga andadrátturinn hann minnkar svona 40%, 40-50% þannig að þú ert með minni andadrátt en í svefni og þú slakar svo gjörsamlega á að svona spenna í vöðvum og svona hún hérna dettur niður. Já, eins og ég segi, ég trúi ekki á neitt svona eitthvað óefnislegt, þá trúi ég því alveg að þú getur í rauninni settið ýmis hugarástund með alls konar aðferðum og mér finnst það svo sem alveg rökrétt að þú eigir þá frekar í rauninni að þjálfa sjálfan þig í einhverju frekar heldur en að kannski fara til nuddara eða eitthvað svoleiðis sem eitthvað svona utanaðkomandi, það nuddar þig einhverja, það miklu betra að þú getur sjálfur elt þinn eigin líkama, hvernig sem þú gerir það með þjálfun með einhverjum æfingum andlegum eða líkamlegum, að þá myndi ég alltaf halda að það væri í rauninni betri lausn. Það miklu betri lausn. Og virkari lausn, þú ert þá ekki bara að fara eitthvað og vona einhver annar lækni, þú ert sjálfur að vinna í. Það alveg rétt hjá það vegna þess að þú er sjálfur búið til sjúkdóminn með hérna hugafari eða streitur sem þú ert búin að búa til, þú býrst streituna til sjálfur. Já, en ég held aftur á móti sko með huglæga atferlismeðferð eða hugræna atferlismeðferð, ég man ekki hvað þetta heitir. Hugræna atferlismeðferð. Já, að það þyrfti nú kannski bara einhver sálfræðingur að svara fyrir hana. En hlýtur hún ekki að vera notuð oft í rauninni ekki kannski beinlinis bara í láta að líða betur heldur líka kannski til þess að þeim mitt kenna þeir að hegða þeir betur líka og vinna í vandamálum sem ekki kannski, þú getur náttúrulega lært að sko minnka stress með jóga og svoleiðis, en þú kannski lærir ekki að vinna úr ef að þú ert með einhver samskipta örðuleika við annað fólk, að þið myndið kannski halda þessi meðferð myndi kenna þér lausnir í þeim öfnum. Nú þekki ég þetta bara ekki nóg vel. Nei, sko, þessi hugræna, ég sé þessi hugræna atferlismeðferð að þá er hún yfirleitt unnin upp úr jógafræðunum. Hún er unnin upp úr því sem Buddha segir og fleiri spámenn hegðun og annað slíkt. En það sem gerist í Sahaja jóga er það að þú hættir að egoið það hættir að framleiða alls konar vitleysu og í staðin ferð að sjá sjálfan þig. Þegar þú ferð að sjá sjálfan þig meira utanfrá, sjá hvernig þú raunverulega ert, þá ferð að breyta sjálfu þér. Já, þú meinar að þá ferðu í rauninni hvatningu til að breyta sjálfum þér. Já, leið og þú áttar þig á því hvernig þú ert. Eins og við erum þegar við erum svona stressaðir og egoið er náttúrulega fullu við að framleiða eitthvað og þú ert með eitthvað í fortíðinni. Leið og þú kemst í þetta hugsunarlausa ástand, í þessa slökun sem við köllum miðjuna, að þá sérðu sjálfan þig. Þess vegna er þetta kallað á ensku, hún kallaði þetta alltaf self-realization eða sjálfsvitundarvakningu. Já, og leið og þú skilur sjálfan þig að þá ferð að breyta sjálfan þig og þú hættir að þú getur séð, þú getur frekar sett í spor annara. Er þetta eitthvað skilt núvitund? Sko, já, núvitund er held í hluti af þessari hugrænu atferlismeðferð en það sem gerist í rauninni þegar þú ert án hugsana, þá ert í þessu raunverulega núi. Það er engin fortíð, það er engin framtíð. Já. Og þá ert í þessari núvitund. Já. Magnað. Þetta er sérstakt ástand sem þú tæma hugan. Tæmir hugan algjörlega. Sko. Og þá meina ég alveg bókstaflega merkingu. Þú ert ekki að hugsa og sért út af einhverju engi eða eitthvað svoleiðis. Þetta ertu bara alveg silence. En þú sem sagt notaðir þetta til þess að laga við lítið vandamál með öxlina sem þú að tala um. Já, ég meina bara stóðkerfisvandamálin. En fannst þér þú breytast eitthvað sem persóna af þessu, fannst þér þú kúplaði út úr einhverju? Já, sko, það sem gerði svolítið hjá mér að ég hætti að drekka. Já, það er náttúrulega jákvæmt. Fljótlega. Já. Það er náttúrulega hefur haft rosalega góð áhrif líka á stóðkerfið. Já. Og það breyst svolítið mataræði hjá mig líka. En þetta er aldrei þannig að við erum aldrei að ég er leiðbeini fólki í þessu í hugleiðslunni og við segjum fólki frá því út á hvað það gengur, hvað er jákvætt og hvað er neikvætt. Við segjum fólki ekki hverju að það hætta eða byrja á eða eitthvað svoleiðis. Heldur bara segjum fólki hvernig hlutinir eru og fólk ræður hvort það trúir okkur ekki og við erum ekki að
leggja fólki einhverja lífsreglu hvernig það vera en það sem gerist í rauninni það að þegar maður fyrir að sjá til dæmis bara hvað maður vitlaus og maður fullur að þá það alveg nægilega ástæði til þess að hætta. Já, enda þekki ég marga sem voru ekkit beinlýs alkoholistar en hættu að drekka og bara töluðu þú veist, hvað unnu mikinn tíma og orku og peninga tilbaka með því. Já. Og ég nenni næstum aldrei að drekka sjálfur, bara því að ég veit þegar ég fæ mig bjór, þá er ég þreyttari. Já. Þá fer orka sem ég hef getað notað eitthvað annað. Það er eiginlega bara ég tími því ekki. Já, ég man ekki hvað það heitir þetta gleðihormón en áfengið eyðir því. Dópamín. Já, dópamínu sko. Já, einmitt. Þú getur orðið þunglind, þú drukkið í því þunglindi sko. Já, þú drekkur í því bóstalega þunglindin. Já, og svo drekkur þú til að deyfa þig af því að líður illa og við heldur vandamálinu. Já, sko, já, þú drekkur til þess að þú heldur að fáið dópamínið aftur með víni en það er ekki það sem gerist, heldur bara þurrkar það en það meður upp sko. Já. En það er hérna ég þekki mjög marga einmitt sem hafa hætt á þess að fara í einhverja meðferð eitthvað svoleiðis og þeir bara hafa ekki verið fíknir. Þetta er ákveðin hérna orkustöð hérna sem að fíknin er í og leið og þú lagfærir hana þá hérna missur bara áhugan á þessu. Já, ég myndi nú halda hún væri í heilanum aðala bara fíknin. Já, það skiptir engum máli hvar hún er skilur, þetta er bara eitthvað við tölum alltaf það að við viljum ekki að hérna fólk sé að trúa okkur heldur bara að komi og prófa þetta. Já. Og þá hefur möguleika á því og þú dæmir þetta sjálfur. Já. Þannig að þetta er ekki, það er engin, þú þarft ekki að trúa neinu sko. Nei, og líka ef að þú upplifir að það sé orkustöð í þér þá hvort sem að það er satt eða ekki, ef það hjálpar þér þá er það nú jákvætt. Já, það gerir það. Það er nú málið og hérna er það ekki bara eins og með allt sem að hjálpar þú bara finnur þín aðferð, það ekki málið? Jú, en það sem fólk er að gera hérna sem fólk kalla jóga hérna, að þetta heitir Ashtanga, þessi leikfimi. Hún er rosalega góð og líka hérna, ég man ekki hvort ég segi það rétt hérna, hvort það er I Ching eða eitthvað svolítið sem hann Gunnar Eyjólfsson var með, Qigong heitir það. Já. Og hérna, ég veit að það er rosalega gott líka vegna þess að það balanserar þig, bara hreyfingar það balanserar þig. Þú getur líka farið út að labba, sérstaklega út í náttúrunni, það er búið að rannsaka það mjög mikið, það balanserar þig líka. En aftur á móti það sem við erum með, það er alveg einu skrefi lengra vegna þess að í staði fyrir að balansera þig með þessum leikfimiæfingum, með göngu eða einhverju slíku, þá ferði ég þess að hugleiðslu og það er hugleiðslan sem balansera þig. Þeir eru ekki með hreyfingar, þeir eru bara með hugleiðslu? Við erum bara með hreina hugleiðslu. Okay. En hérna við mælum ekki með að fólk hætti að hreyfa sig eitthvað svoleiðis. En er ekki gott að blanda þessu saman? Það er mjög gott, sko, það þurfa allir að hreyfa sig. Já. Þú þarft að labba helst kortið 20 mínútur á dag mínu áliti, sko, helst hálftíma. Já, það eru margir sem tala það að þeir fá þessa og jafnvel trúlýsingar, þeir segja að ég fæ mína svona trúarlegu upplifun úr hreyfingu, úr íþróttum, að þá finn ég, skiluru, þessa velliðuna tilfinningu og þá finnst mér ég vera einhvern veginn svona eins og þessi tilfinning sem fólk þarf að vera sko eitt með heiminum eða þannig, eða renna saman við heiminn, þessi tilfinning. Að þú getur náttúrulega fengið þetta dópamínflæði með hreyfingunum fyrst og svo hugleiðir og þá ertu búin að koma þér með smá hjálp í þetta ástand. Jú, en ég sko, að mínu áliti til þess eru hérna svona mjög öfgætjenda hreyfingar eins og langhlaup, rosalega langhlaup eða eitthvað slíkt eða rosalega þungarliftingar ekki góða fyrir jafnvægi sko. Nei, þá ertu náttúrulega í keppnisíþróttum, þú brýtur líkamann eiginlega niður hérna jafnóðum og þú byggjar hann upp. Ég meina að þú kannski byggjar hann upp en svo til langs tíma þá brýtur hann niður. Að ef þú ert eitthvað svona öfgaafriks íþróttamaður þá ertu yfirleitt þegar þú ert orðin meðaldra kona, þá ertu yfirleitt með alls konar vandamál, slæm hné og axlir og búin að rústa þér svona hægt rólega. Unglingarna líka sem málið er það með þess að besta hreyfingina mílálit er það að fara út í náttúrun og labba og það er þessin sem allt þetta fólk er að labba hérna upp á sér fjöll og þetta, en þá færðu bæði þess að fegurðar hérna upplifun, þú fær hreyfinguna, þú fær gott súrefni og ekki innilokunarkennt, þið líður vel. En þilnast og flæðiskir útvarpi sögum, það er komið að auglýsingu hjá okkur en hjá okkur er Daði Guðbjörnsson listmálari, Jóhann Kristjánsson heiti ég og Rökkvi Vistinsson hérna líka með mér og við ætlum að koma hérna til smástundu við ætlum að fá auglýsingar og smá tónlist. Þetta er Kalli hér á útvarpi sögum, I Walk on Water heitir þetta lag. Við erum að gera gott strákarnir í Ameríku og reyndar á fleiri stöðum, eða ekki, ég held það. En Rökkvi Vistinsson hérna með mér, Jóhann Kristjánsson og flæðiskirið. Gestur okkar Daði Guðbjörnsson, listmálari. Ég byrja á að kalla hann Viðar, ég veit ekki okkur, mér finnst hann heiti Viðar, ég veit bara ekki okkur að fer úr mér. Ég er lífsins. Já. Það var rétt. Vaksa inn í mér. Já. Það getur verið málið. En við vorum að tala jóga og hugleiðslu og allt þetta. Hvað finnst þér dáleiðslu?
hef ekki ekki góða tilfinningu fyrir henni eða ég hef ekki mikla trú á henni Okay. en það er vegna þess að þegar við erum í jóga þá erum við að nálgast guðdóminn og við erum að nálgast miðjuna í okkur, núið, en dáleiðslan er inn á öðru sviði, þú ert að færa þig frá Guði, þú ert að færa þig frá raunveruleikanum í rauninni, þannig að það er fullkomlega óeðlilegt að þú haldir úr sért köttur eða eitthvað svolítið. En ef það er verið að reyna að dáleiða til að muna eitthvað úr æsku eða eitthvað svolítið, ertu þá ekki Ég reyna að fara nær? Ég sé enga ástæða til þess vegna þess að það er miklu betra að komast í þetta jafnvægi sem ég er að tala um og þegar þú kemst í þetta jafnvægi þá verða þessir óþægilegu hlutir úr æsku, það er eitthvað sem hefur komið fyrir þig, þú þarft að fyrirgefa. Þess vegna kom Jesú Kristur til jarðarinnar, hann var að kenna okkur að fyrirgefa, þannig að þú losnar ekkert við fortíðina öðruvísi heldur en að fyrirgefa fortíðinni, gleyminni, þú veist, og þú átt að muna góðu hlutina. Þú vilt frekar með á þetta að fara í núið heldur en að fara aftur í fortíðina til þess að höndla hlutina. Þetta er náttúrulega mjög umdeilt, hvort er betra. Ég er náttúrulega sjálfur trúið ekki á Jesú sem neitt annað en bara kannski einhvern sem var til. Já, það er alltaf, þú er alveg lifið til þess. en nei, þetta er bara þetta að ef þú ert að hugsa þetta sem jógi, þá viltu vera í núinu og þá viltu ekki vera að þvælast eitthvað annað. Þetta er alveg eins og maður sé að fara til Selfoss, þá fer maður ekki að þvælast til Keflavíkur fyrst, maður fer bara beint til Selfoss. Ættum maður ekki bara að halda sig frá báðum þessum stöðum og fara á báð á einu degi, það getur verið ómikil menningasjokk. Það er mjög gott að halda sig líka bara hérna í borginu og þá bara einhverja fjallgöngur inn á milli, en þetta er bara mín skoðun en það er örgulega ágætt að fara einstaklega til Keflavíkur eða Selfoss en gaman að því. Já, ég held maður geta allavega, ég veit svo sem ekki svari við því og það er örgulega mismunandi hvað virkar fyrir mismunandi fólk með hvort þú átt að fara aftur í fortíðina og reyna að höndla það eða hvort þú átt að bara halda áfram í rauninni frekar. En ég held að það sé allavega mjög margir sem velta sér of mikið upp úr fortíðinni. Í rauninni einhver sem er löngu orðið og þú getur ekki breytt því og þú ert alltaf að hugsa og alltaf að hugsa hvað þú hefðir átt að gera eða hvað hinn hefði átt að gera eða af hverju gat þetta samband ekki virkað eða þú veist, það bara virkaði ekki og þú verður eiginlega bara að halda áfram. Og kannski ekki endilega með fyrirgefninguna að mér það svolítið einmitt svona þú þarft ekki endilega að fyrirgefa fólki sem er slæmt og myndi gera hlutina aftur sem það gerði, að mér það ekki, en þú þarft kannski svona að fyrirgefa heiminum. Já, þú ert svolítið að fyrirgefa að þetta sé ekki fyrirgefa, þú ert svolítið að fyrirgefa sjálfum þér að hafa lent í þessu, þú getur verið að fyrirgefa er svolítið að gleyma. Reyna að sættast bara við heiminn einhvern veginn, að hugsa þó að þetta við komum fyrir áður þá ætla ég ekki að vera í þessu áfram eða þannig. Já, það er það sem þannig er fyrirgefningin hugsuð og fyrirgefningin er ekki að þú sért að leggja blessuðinni yfir því að einhver hafi verið vondur við þig eða svoleiðis, heldur ertu í rauninni bara að boykottan, þú ert að skilja hann frá núinu, þú ert að búa til nýtt ástand sem að mér finnst oft allt mikil krafa. Þetta bara virðist vera óbúslega þægilega aðferð að fyrirgefa vegna þess að það virðist vera svona rosalega hrein og bein aðferð. Mér finnst oft allt mikil krafa að fólk fyrirgefa alls konar fólki sem bara á ekkert fyrirgefningu skilið. Já, en við erum ekki að fyrirgefa fólkinu, við erum bara að fyrirgefa atburðinu, við erum að fyrirgefa fortíðinni. Þetta er ákveðin aðferð sem við notum, við erum ekki svona persónulegi í fyrirgefningunni, heldur bara erum við að byrja upp á nýtt, við erum að koma okkur í núið og ef þú ert svona rosalega með svona mikla fortíð á bakinu þá getur þér aldrei liðið vel og þetta er alveg eins með framtíðina, ef þú ert að hugsa of mikið um framtíðina, maður þarf auðvitað aðeins að skipuleggja framtíðina, maður þarf að læra fortíðinni. En maður má ekki láta hvort þrúa sig. Þetta er ofboðslega mikil jafnvægisstans finnst mér, eins og með fortíð og framtíð og þetta, hvað þú hugsar mikið um þetta og hvað þú lærir og svo er náttúrulega rosalega þannig að fólk er að reyna að læra fortíðin en það svona ítir út því sem því finnst óþægilegt þannig að það lærir henni ekki því að það viðurkennir ekki mistökin sem það gerði og skrifar það eitthvað annað og heldur áfram og það er það sem við gerum að við látum einhvern guð fyrirgefa okkur eitthvað sem við hefum gert en þá látum við fyrirgefa okkur til þess að við gerum það ekki aftur. En svo er aftur á móti allt annað hvað þjóðfélagið gerir. Við getum ekki, það er eins og með þessa umræðu í dag um sakaruppgjöf og svona og menn er að fá aftur réttindin. Það er allt annað hvernig þjóðfélagið getur kannski ekki alveg hugsa svona. Þú veist, það er aðeins flóknara en einmitt ástæðin fyrir þessu eins og þú veist að tala um allt þetta jafnvægi sem þarf, jafnvægi milli framtíðar og fortíðar, það er þessna sem maður þarf að meditera, maður þarf að slaka sig niður,
maður þarf að deyfa sem sagt þessi rosalegu áhrif sem að heilahvelin hafa á okkur, annað er fortíðin og hitt er framtíðin. Maður þarf að koma sem sagt á bakvið þetta til þess að sjá þetta. Það er svolítið til í því að allt í einu er þetta of yfirþyrmandi. Já. Þú ert kannski með samviskubit eða reiði út í aðra eða eitthvað úr fortíðinni og þú ert með áhyggjur af framtíðinni og þú ert með framistöðu kvíða fyrir hvað þú munir afreka í framtíðinni og svo framvegis og þetta allt getur verið svolítið yfirþyrmandi þannig að sennilega rétt hefur þú þarft kannski að ná einhver svona kúplun út úr þessu. Já. Til þess að aðeins svona stundum finnst mér eins og fólk skilji einhvert samhengi þegar það lendir í áföllum. Já. Stundum reyndar getur það kannski hrokkið í öfugan gír en oft þegar að þú lendir í áfalli þá skilur þú betur hvað skiptir þig máli og hvað skiptir ekki máli og hvað þú eittir of mikil orku í og hvað þú ættir að vera fókus á. Já. Sko það er stórkostlegt sem að skeiði á sem sagt síðustu öld, það var Nelson Mandela. Hann fer í rauninni sem svona terrorist inn í fangelsið. Já, hann er haldið þar í man ekki hvað mörg ár, en hann kemur út sem dýrlingur. Þetta er eitthvað stórkostlegast eitthvað magnaðasta sem maður er í rauninni vitað. Hann sem sagt breytist og hann byrjar nýja stefnu. Kannski gengur ekki droslega vel að það núna en allt sem að fór á mísi honum reyndar líka. Já, reyndar en á seinni hluta ævina. En það er ekki hægt að gera þá kröfu að hann bara lægi allt, þú veist. Nei, hann getur ekki gert þetta allt en það sem hann gerði þarna þegar hann kemur út og verður þessi miklu leiðtogi og honum tekst hvað best af öllum sem að hafa tekist á þetta verkefni átökinu milli svartra og hvíta, nýlendu kúun og svo leiðis. Honum tókst alveg ótrúlega vel að búa til svona svolítið nýja sín á þetta. Já, kom ekki nýtt af einhverju rosalegri heift. Já, og það er eins og það gerist og þetta kemur fyrir fæsta í fangelsum en þarna gerðist það. Já, fangels er ekki góð uppeldi stöð sko. En það er eitthvað í honum sem að gera þetta verkum og þetta er rauninni svolítið það sem við erum að reyna að gera. Við erum að reyna að búa til svona nýjan díl fyrir okkur. Já, þeir eru rauninni að kenna fólki að setja sig eitthvað svona tilfinninglegt í að þeir eru ekki að segja því hvernig það er að tala vana fólk eða hvernig það er að hafa sínum samböndum eða neins svoleiðis ráð. Þetta er bara að koma fólki eitthvað tilfinninglegt í að til þess að það geti síðan verið sjálft færara að vinna úr sínum málum. Við erum að reyna að koma laga verkfæri kistuna hjá þér. Ég hef stundur líkt þessu við það að stundar sagði ég að þetta er eins og að þú myndi fá loksins forrit í tölvuna hjá þér sem myndi alltaf reyna að laga allt sem miður fer. Þetta er svolítið svoleiðis. Já, svona hreinsi forrit eitthvað. Hreinsi forrit sko. Mér finnst þetta svolítið svona með sumar bardagíþróttir sko, bara gallin við margar bardagíþróttir er það skemma þér of hratt. Og boxar það færðu of mörg höfuðhögg og svona. En með glímuna því að þú ert í þessu frumstæða í rauninni samhengja, það er eins og þetta berjast og þetta oft vekur upp mikla hræðslu í fólki, sumir er eins og bafi hana sko í þessu því að þeir eru svo hræddir við að tapa því að þetta er svona frumstæð tilfinninga sem verið að drepa þig. En þegar maður lærir að takast á við þessa hræðslu sko sem fylgir því að einhver sé að kyrkja þig og eitthvað svona og þú bara tapaðir og gafst upp og svo kyrkti þú hinn næst, þá oft er auðveldar að höndla einhver er frekur við þig eða öskrar á þig og þú ert nýbúin að vera glíma upp á svona það sem finnst líf og dauða þá einhver öskrar á þig þá ert ekki kannski alveg að hoppa upp á háa síðu sjálf. Þetta er með svona alla hreyfingun eftir því ef þú ert búin að fara í lappitúr og svona og þá ertu hæfari til þess að takast á við eitthvað. Þetta er líka af því að þú lærir að höndla eins og ákveðna hræðslu og ógnun frá öðrum og af yfirvegun. Þú ert æfari í rauninni í samskiptum og annars líkt sko. Þannig það er bara þannig. En ef við förum aftur í listina, hvernig hefur það síðan gengið? Þú hefur náð að selja eitthvað af verkunum. Já, sko, þetta er bara gengið alveg ótrúlega vel hjá mér að ég byrja að sína svona, ég fer aðeins út í akademi eftir ég kláraði mynd og handaði fór aðeins á akademíin í Amsterdam, var þar 1 ár og svo þegar ég kem heima þá einhvern veginn bara byrja ég að sína og fólk kaupir myndirnar og ég reyndi að vera alltaf að kenna fyrst í myndlist handíðaskólan gamla og svo var ég nú ekki að kenna held ég mann ekki hvort það var 95 til svona þangað til núna bara það var mjög lítið þangað til fram að hruni, þá náttúrulega hrund allt en mér hefur gengið mjög vel í rauninni sko, ég hef selt myndina mínar og ég geta lífað á þessu mestu leyti, þannig að það er rosalega fínt og þannig náttúrulega tekst manni að þróa sig áfram líka. Já. Það lítur að vera frekar sjaldgætt af því að í rauninni eins og í uppistandi að þá ertu búin að þjálfa þig en þú kemur fram í 20 mínútur og fær kannski borgað einhverja 20.000 fyrir það og jafnvel meira. Í myndlista þá þarftu að vinna svo ótrúlega mikið að einu verki. Já, ég meina við náttúrulega líka til þess að þetta er málverk þá kostar það töluvert mikið
Já, bara ramminn og málingin. Nei, bara hérna, ég meina þú selur málverk það á að uppæða, þú getur lifað tölvöld lengi að því að þú selur dýrt verk. Já. En það tekur tíma að búa það til, Já. það er alveg rétt, það gerir það. Þetta er handverk og tími sem fer í þetta. Og svo þarf maður líka tíma til að þróa sig áfram. Það getur ekki bara alltaf verið hérna maður þarf að teikna töluvert og svona skoða sig. Já, hugmyndavinnsla og sko. í rauninni sem að myndi verið svo bara þjálfun hjá öðrum það sem fólk í rauninni, þetta er alveg nákvæmlega eins og með grínið að ef ég er alltaf að mála sömu myndina þá finnur fólk það og þá finnur að þetta er endurtekning og þannig að þess að þarf í rauninni alltaf að vera þróaði áfram vegna þess að það virðist vera eins og innbyggt í hverja mynd svona það þarf að vera eitthvað flæði, einhver spenna, eitthvað rólega sem fólk finnur fyrir. Já, hún þarf að hafa eitthvað nýtt. Já, það þarf alltaf að koma eitthvað nýtt. Einhver sál í hverju mynd. Einhver sál í hverju mynd, sko. En ég heyrði það einu sinni, en þetta er sjálfsagt undantekning, en með George Michael heitinn, að þegar hann samti Careless Whisper, þá hrósuðum allir svo fyrir, sko, hvað þetta var frábær texti. Hann sagðist bara hafa hent saman svona einhverju sem fannst hljóma ágætlega. Þetta var tengst ekkit við neitt persónulegt hjá honum sjálfum. En það hlýtur að vera undantekningin í rauninni að einhver býr bara til eitthvað svona sem hefur eitthvað róboslega sál, en hann bara, finnst þetta hljóma ágætlega. Þú púslaði þessi bara saman ekkert einn. Ég hef málað svona myndir sem ég veit ekkert akkur þessi mynd verður svona miklu betri. Ég er ekkert að leggja eitthvað rosalega mikið auka í það. Þetta er bara það sem ég finnst núna og það er eins með svona texta, það er eflust bara, hann skilur þetta ekkert en þá er það náttúrulega að það sem við köllum innsæi. Já. Og það er, komum aftur inn á jógafræðina, það er eitthvað sem þú færð utanfrá. Það er eitthvað sem þú getur ekki innsæið er ekki hluta hugsunni. Ég myndi segja það sé hluta hugsunni. Já, en ég held því fram að þetta sé ekki hluta hugsunni. Ef þú sér til dæmis dýr, að þá hafa þau ákveðið innsæi. Þau eru kannski ekki greind, en þau hafa oft alveg gríðarlegt innsæi í nákvæmlega hvernig á að gera eitthvað og þau geta gert það kannski miklu betur en mjög greindur maður. En ef þú séð hérna myndin Albert Einstein, hann er að vinna einhverju rosalegu verkefni, hann er búin að hugsa þetta í marga vikur, svo sé hann að krakka út að leika sér sápukúlum. Hann drífur sig út að fyrir að blása sápukúlum með krökkunum og eftir smástund þá var hann búin að finna lausnina á þessu. Það var því að hann var að hugsa. Nei, það var einmitt að hann var ekki að hugsa. Hann var að blása sápukúlum með krökkunum. Já, en það var að því að hann var að kúpla sig út úr þessu og undirmeðvitundin í honum væntanlega fór að vinna. Já, það er innsæið. Já, en það kemur samt úr þín megin heila, það kemur ekki utanfrá. Það kemur hérna niður úr alheimsvitundinni. Ég trú ekki á svona Nei, ég er bara að kalla þetta The Force, eða þú veist, þetta er inn í fólki sjálf. En þetta er samt eitthvað, eins og við vonum að byrja að tala um að þetta er einhver galdur sem að manni finnst alveg æðislega gaman en maður finnur það að þetta kemur yfir manni finnst það stundum að hugmyndir koma ekkit frá þér, af því að eins og þú segir, þú varst að ákveða að hugsa um eitthvað eitt, svo allt í nú eins og hún smell upp í hugan á þér, en ég meina, hún kemur samt úr hugan á þér. Þegar þið dreymir til dæmis, ég meina, mig dreymir eitthvað og ég veit að heilin minn er að búið allt til en fyrir mér er þetta eins og einhver raunveruleiki sem ég ræði ekkert yfir. Ég er kannski labbiturum og kemur einhver, ég veit ekkert hvað hann ætlar að gera og kannski ætlar hann að gera eitthvað sem ég sagt út af hverju draumar eru svona eins og þeir eru. Það er út af því að í drauma þess að þú er að dreyma þá ert að taka ráfinu bæði framtíðinni og fortíðinni. Þetta blandast saman, þess vegna verður þetta svona órökri. Maður veit náttúrulega ekki framtíðina. Nei, en þess vegna veist ekki, þess vegna er þetta svona hissa á því sem gerir. Þetta er nú trúlegt. Nei, ég meina þetta er bara hvernig heldur heilin vinni. Heilin veit ekki framtíðina. Hann náttúrulega vinnur úr minningum og hann er ákveð, málið er að skilin milli undirmeðvitundar og meðvitundar er ekki alveg 100% skýr. Þú getur svona hálfmeðvitaður eða mjög undirmeðvitundur og undirmeðvitundin er mjög virk í heilanum þegar þú sefur og þú ert mikið að vinna úr í gamlu minningum. Ef að það var eitthvað sem gerðist daginn áður þá er það mjög líklegt að það komi upp í heilanum ekki kannski eins og það var en eitthvað svipað, eitthvað vandamál sem var daginn og þá dreymir þig kannski mannesku sem er viðriðin þetta vandamál og þið dreymir stundum lausnin á vandamálun eins og þið dreymir stundum þú ert að fara í próf og þá dreymir þig að þú sért í prófinu og takir prófið og það getur hugsanlega verið að því heilin er að reyna að gefa þér frið, láta þér trúa að þú sért bara búin að taka prófið svo þú getur sofið í friði, en þetta með hvernig eins og þú ert í labba í einhver draum, þá kemur einhver karakter og þú veist ekkert hvað hann mun segja við þig og hann talar við þig og það kemur fullkomlega óvart hvað hann segir, en ég veit að heilin á mér bjóð þetta samt til, leta hann segja þetta sko. En ef þú hefur hérna kynntir skammtafræðina, þá veistu það er sko, það er engin
ekkert engin framtíð og fortíð, þetta allt sem að ruggla saman og það svona ákveð afstæð á tíma og rúmi sem pabbi minn nú eðlisfræðingur ég efast nú vitir meir skammtafræði en ég þó að ég sé ekki sérfræðingur ég veit nógu hana samt til þess að vita að flestir sem tala hana eru bara með einhverjar hugmyndir hana sem eru ekki byggðar á fræðinum sko. Skammtafræðin meira segir það að orka er í ákveðnum skammtum og það er ákveðið svona handahófskent eðli á hlutunum en með að hvort það sé ekki fortíð eða framtíð, það er bara á svona mjög smáum skala sem að hlutir getur í rauninni gerst tvísvar eða þeir geta gerst áður en að þú veist, eitthvað getur valdið einhverju í rauninni eftir að það gerðist og svoleiðist, það er á mjög smáum skala sko. Já, það er samt annars en það er ekki í heilum skala eins og til dæmis að ég geti heil manneski eins og ég geti byrst hérna áður en ég laði á staðingað það getur ekki gerst Nei. Okay. Þetta er svona tölfræðilega ómögulegt eins og til dæmis í skammtafræði þú getur mögulega ef að sem sagt, þú ert mjög óheppinn alveg eins og þú getur segjum að þú getur kastað 1000 miljón teiningum og fengið einn af þeim öllum, það er hægt á sama hátt geti ég til dæmis labbað gegnum þessa hurð bara, það er bara svo ólíklegt það geti bara verið þannig að allar í raun orkustöður og öllum þessum atómum voru akkurat þannig að þetta hleypti mér í gegn á hvern tíma það er alls konar svona í skammtafræðinni en í rauninni á okkar skala, svona stórum skala þá getum við ekki upplifað eitthvað svoleiðis okay. Þetta er með einstaka eindir getur kannski upplifað að þú veist að fari ein eind af stað og hún sé búin að breytast í tvær og eða hún byrtist upp úr engu og hverfi og svoleiðis en í rauninni þegar þú sumar allt saman alveg eins og ef ég hendi 1.000.000 teiningum þá mun ég fá cirka 1,76 1,72 þetta núllast út á stórum skala En flæðiskýrið það á endarinn í dag Já, og smá svona skammtafræði gaman að því Gott að fá eitt spá skammta því líka sko. Daði Guðbjörnsson, við ætlum að þakka að kella verið komuna listmálari Já, takk fyrir og Rökkvi Viltursson og Jóhann Kristjánsson ætla að kveðja flæðiskýrið á endarinnið og við ætlum að heyrast í næstu viku verið sæl